Sæl og bless, gaman að fá að vera með ykkur hér í dag. Eflaust eru einhverjir sem velta fyrir sig hvað leikhúsmaður eða leikhússtjóri sé að vilja hér upp á dekk á nýsköpunarþingi. En sennilega er ástæðan svo að þessi skipulögðu þingi áttuðu sig á því að sköpun er stór hluti af nýsköpun og það er auðvitað það sem við erum að fást við í leikhúsinu alla daga, að skapa, frumskapa og nýskapa. Og þess vegna ákvað ég að koma inn á nokkra þætti sem eru mikilvægir í okkar starfsemi í leikhúsinu og ég tel að eigi eitthvað samhljóm við það sem fyrirtæki í nýsköpun eru að glíma við og ég ætla að koma inn á 3 atriði. Ég ætla að skoða eða nefna hvernig við reynum að skilja á milli hvar aginn ríkir og hvar frelsið ríkir í rekstri leikhúsins og hvernig við reynum að sameina hópinn. Það er stór hópur starfsmanna í leikhúsi, 150 manns í okkar tilviki og það er annars vegar listamenn sem eru að skapa og hins vegar fólk sem að framkvæmir í deildunum og hvernig við náum öllum þessum hópi sem er að vinna við mjög ólík verkefni saman, að vinna sameiginlega markinu og svo í þriðja lagi að koma rétt aðeins inn á hvernig við reynum að skapa umhverfi sem ýtir undir hugmyndir og framþróun og þess að það, hvernig við reynum að stuðla því að góðar hugmyndir fæðist og að þær fái vængi. En það er margt sameiginlegt með leikhúsi og fyrirtækjum í nýsköpun og þekkingariðnaði. Hjá okkur í leikhúsinu það er sífelld sköpun í gangi, við erum að leita viðfangsefnum til að fást við og viljum spyrja knýjandi spurninga. Við erum að þróa verkefni sem að byrja bara sem hugmyndir og enda svo sem tilbúin vara innan gæsalappa, þó að svo vara sé kannski óvenjulega að mörgu leyti. Þetta er bara upplifun í tíma og rúmi sem gerist í núinu og er svo liðin og ekkert stendur eftir sem að þannig að varan er kannski óáþreifanleg. En þetta gengur eiginlega allt út af þetta, það sé sköpun í gangi, það sé þróun, hreyfing og líf. Þannig að ég held að það sé að mörgu leyti líkt því sem er að gerast inn í fyrirtækjum í nýsköpun. En á margan hátt er rekstur leikhús eins og Borgarleikhússins bara mjög líkur rekstri annara fyrirtækja. Það er það þarf að borga laun og áætlanir þurfa að standa og svo framvegis. Og það sem að mér finnst það var reynst okkur vel og mér fannst ég standa svolítið frammi fyrir því ég tók við rekstri Borgarleikhússins á sínum tíma. Það var að það þurfti að aga hlut af rekstrinum og setja skýrari reglur og ramma og ferla og tryggja að það væri öryggi í rekstrinu sjálfum. En mér finnst oft hafa brunni við í opinberum rekstri og hálfopinberum rekstri og rekstri menningafyrirtækja og menningastofnana að menn líti svo á að það gildi einhver önnur lögmálum rekstur þessara fyrirtækja en fyrirtækja á einkamarkaði, að það leyfist að vera með eitthvað meira blurry rekstur, að það sé afsakanlegra að rekstur á þessum sviðum skili neikvæðri rekstrarniðurstöðu eða sé óagaðri. En ég held að það sé afskaplega þessi full ástæða til að gera sömu kröfu á þessi fyrirtæki svo önnur og að það sé mjög mikilvægt raunverulega fyrir sköpunina sjálfa að það sé skýr rammi á ákveðnum sviðum. En það skiptir gríðarlega miklu máli að átta sig á hvar reglur eiga að gilda og hvar það á að vera ægi og festa og ferlahugsun og svo aftur á móti hvar á að ríkja frelsi. Og við höfum reynt að forma Borgarleikhúsið þannig að umgjörðin sé skýr og þar sé eitthvað fast land að byggja á, en svo drögum við ákveðna línur utan hvar frelsið á að ríkja og reynum að vernda hann fyrir öllu regluverkinu. Og við að afmarka þetta og skýra hvað á við hvorum megin, að þá verður meira frelsi í öllu dæminu. Af því að mér fannst oft brenna við í þessu leikhúsi og öðrum
að það var allt svo blurry, reksturinn var svo óöruggur og tímaáætlanir voru óljósar, það var alltaf breytast, og þegar allt á hreyfingu þá færðu aldrei fast land og þá verður heldur ekki næði til sköpunar og inni í hjarta leikhúsins, í æfingasalnum eða á sviðinu eða þar sem sköpun leikskáldanna fer fram, að það er svo mikið af svona praktískum óvissu þáttum að það verður aldrei næði þar til þess að raunverulega fara á flug og skapa það sem þetta snýst allt Þannig að þess vegna lít ég svo á að skýr rammi og agaður rekstur á réttu sviðunum sé ekki til þess að hamla frelsinu og sköpuninu og öðrum sviðum. Og þetta hljómar kannski einhverju leyti þversagnakennt, en í okkar tilviki að minnstakosti hefur þetta reynst afskaplega vel. Og á síðustu árum höfum við verið að setja akkir og festa ákveðna þætti en að reyna að ýta undir frelsið á öðrum sviðum. Og þannig að við rauninni bara reynum að skilgreina hvar reglur og reglufesta ríkir og hvar frelsið ríkir. Á sama tíma erum við alltaf að reyna að halda leikhúsinu á hreyfingu, að reyna að passa festast ekki inn í skorðum, heldur við alltaf að fara upp úr þeim og halda áfram. Og í okkar rekstri þá erum við erum með skýra stefnu og erum stefnuföst, reynum að vera alveg kláraði hvert við erum að stefna, það eru hugmyndir út allt, en að þær séu örugglega að fara í rétta átt og eru með nokkuð skýra stefnu, bæði varðandi huglægu þættina sem snýra listinni, áhorfendum, starfsfólki og þess háttar, og svo mælanleg markmið varðandi reksturinn og þann árangur sem við viljum ná svona á mælanlegri sviðunum. Og hins vegar að þá verðmætin í okkar starfi felast í því að það verði til hugmyndir, töfrarnir gerist hjá listamönnum, og þess vegna skiptir gríðarlegu máli að skapa frelsið og ýta undir hugmyndirnar, hugmyndavinna alla saman, og þessi frelsi til sköpunar og nægilega mikið svigrúm til þess að geta látið þessar hugmyndir fá vængi, að láta að listamenni geti farið á flug. Og þar kemur aftur mikilvægið sem felst í því að reksturinn sé agaður og þess aftar, að það sé ekki alltaf einhver hætta á að reksturinn sé að fara á hliðina, heldur sé nægilegt svigrúm bara til þess að hugmyndina geti fengið vængi. Og til þess að ýta undir þetta að sköpun eigi sér stað, þá er afskaplega mikilvægt að hópurinn sem að vinna saman inn í leikhúsinu sé sameinaður, þetta sé einn hópurinn, ekki tveir hópar sem að togast á eða annar reyna að halda hinum niðri. Og það sem við höfum reynt að gera er að búa til svona samstiltan og samstiga hóp sem vinnur að því að búa til leikhúsið okkar, og það er raun þessi sterki starfsmannahópur sem er grundvöllur árangus í okkar fyrirtæki eins og öllum öðrum fyrirtækjum. Og það sem við höfum reynt að sporna gegn, sem mér fannst vera viðblasandi þegar ég kom inn í þetta leikhús, var að þetta voru alveg tveir hópar, annars vegar skapandi listamenn sem eru leikarar og leikstjórar og hönnuðir, og hins vegar sviðs- og tæknifólk og framleiðsludeildirnar. Og það var einhver svona togstreita á milli, það var eins og hlutverk og markmið með ráðningu þessa fólks væri alveg aðskilið. Aðrir áttu að fá hugmyndirnar, gera stórkostlegu hlutina, hini áttu svona að framkvæma það og moppa gólfið. Og það sem við höfum reynt að gera er að ná þessu saman og hvetja til skoðanaskipta og vinna þvert og deildir, og að það sé metnaður yfir árangur í leikhúsins, sem sé sameiginlegur drifkraftur alls starfsfólks. Og í rauninni að þá er þetta ef maður bara reyna að stíga eitt skref tilbaka og horfa á hópinn í heild sinni og spyrja sig af hverju er þetta fólk að vinna í leikhúsi, að þá er þetta allt frekar viðblasandi, af því að listafólkið, það er nokkuð klárt hvað það vil gera, en ef maður horfir á
starfsfólki í öllum stoðdeildunum, tæknifólki og sviðsfólki og þess að að þá þetta allt fólk sem að gæti faktist verið að vinna annars staðar og verið að fá betri laun. Það leikhús láglauna vinnustaður því miður, og þess vegna það alveg augljóst að til dæmis smiðirnir sem að vinna hjá okkur, þeir velja það að vinna í leikhúsi frekar en í einhverju nýbyggingum eða einhverstaðar annars staðar, og allt fólk í öllum deildunum, þetta farið gegnum þetta allt, það velur sér leikhúsi af ástríðu. Og þar af leiðandi allt annan mótor á bakvið, þarf að vera allt annan mótor á bakvið vinnuna en ef að þetta fólk væri að vinna annars staðar í einhverju öðru en svona skapandi umhverfi. Og þessi vitneskja, bara það að vita, það sama ástríðan, sama löngunin til að taka þátt í sköpunarverkinu hjá sviðs- og tæknideildunum eins og listamönnunum, breytiði svolítið hvernig maður nálgast þennan hóp. Og það sem við gerðum var að breyta svolítið bara upplýsingagjöfinni markmiðin á bakvið starfsemina. Þannig að það sem áður var í raun þannig að listamenni vissu nokkuð veginn hvert ætti að stefna, hverju menn vildu ná fram með listaverkinu, og síðan komu stoðdeildirna bara og framkvæmdu eftir pöntun. Að við reyndum að spóla tilbaka og ná öllu fólkinu inn miklu fyrr. Þannig að ef við hugsum smiðinn aftur, að þá smiðurinn sem hefur ástríðu á leikhúsi og vill taka þátt í mótun á sköpunarverki, á listaverki, að það gríðarlegur munur á því hvort hann fái óskum að smíða vegg sem af einhverju ákveðnu tagi, og hann þarf að vera eitthvað undarlega sterkur til sem meikar engan sens ef maður veit ekki neitt, en hins vegar ef hann kemur fyrr inn í ferli og veit hvað sýningin snýst og hver hugmyndin á bakvið konsept, leikmyndarinn og svo framvegis, að þessi veggur þarf að vera af þessu og þessu tagi til þess að hann geti snúist og flogið með leikarann eitthvað, að þá hann bara orðinn þátttakandi í þessu sköpunarferli öllu saman og fær þá það út úr starfinu sem hann að sækjast eftir, sem réttlætir lágu launin og svo framvegis. Þannig að það sem við höfum reynt að gera bara að taka allan hópinn inn í umræðan þetta frá upphafi, og þar bara upplýsingaveita, skoðanaskipti, opin umræða og opin leikhús grunnurinn að því öllu saman. Og það sem hefur gerst að hópurinn miklu samheldnari og svona meira unity en áður var. Nú, síðan eitt sem mér fannst vera viðblasandi þegar ég kom inn í Borgarleikhúsið á sínum tíma, var að þar voru þessi listamannahópur sem var alltaf að koma með hugmyndir, stórar og miklar hugmyndir, list og göfug markmið og svo framvegis, sem var fullt af fólki niður á gólfinu, sem var ekki vel upplýst tilgangi með þessu, sem var orðið lúið og þreytt og svaraði alltaf nei, það ekki hægt, það hefur aldrei verið gert svona og það of dýrt og svo framvegis. og það sem þetta leiddi af sér var bara að menn urðu tregir til að koma með hugmyndi fyrir að það var búið að hugsa þær og lengi og þær dóu, eða bara menn komu með hugmyndir og það voru slegnar niður og slegnar út af borðinu, og það varði einhver svona eitthvað óöryggi og mjög ófrjór jarðvegur. Þannig að við lögðumst yfir þetta og hugsaðum, hvað gerum við til þess að bregðast við þessu, og lausnin var eins einföld eins og hún getur verið og að mörgu leyti afskaplega næf, og það var bara að banna að segja nei, bara að segja við segjum alltaf já. Og við settum okkur það, starfsmannahópurinn, bara þá reglu að í Borgarleikhúsinu væri alltaf sagt já við öllu. Og þetta hljóma næft og það að mörgu leyti, en hins vegar með svona einfaldri reglu að þá verður margt svo miklu skemmtilegra og einfaldara. Og þetta var hálfgerður leikur og fólk sagði já við einhverju sem var nánast óframkvæmanlegt með bros á vör, en það undarlega gerðist að það bara hugmyndirna fóru að koma miklu örar og reglulegar, og það var miklu meiri gleði í kringu það. Og auðvitað veit maður það geta komið hugmyndir sem eru bara
praktískt óframkvæmanlegar. Ef að leikstjóri fær þar hugmynd að epli sé hent upp í loftið og stoppi í 4 metra hæð og falli ekki niður, þá vitum við að náttúrulögmálið segir okkur að epli kemur niður á endanum og jafnvel mjög fljótt. en hins vegar að við það að hvetja til þess að hugmyndi komi fram og allir einhvern veginn hlaupi undir hugmyndin og segja já, við ætlum að gera það, og síðan kannski koma einhverjir þröskuldar upp á leiðinni, en allur hópurinn saman í því að barna hugmyndina eða taka hana á nýjan stað frekar en að slá hana niður, þannig að hugmyndi fái vængi frekar en að hún sé drepin. Og þetta var gríðarlega mikilvægt í okkar tilviki, og okkar markmið hefur verið og verður að geta alltaf sagt já. Þá auðvitað þurfum við að búa til umgjörðina þannig að vinnuálag og þess að það sé þannig að það sé hægt að segja já, að geta sagt já við öllum góðum hugmyndum og að góðar hugmyndir fái vængi. Og ég ætla bara að sýna ykkur nokkrar hugmyndir sem eru svona gríðarlega flóknar inn í leikhúsi, sem að hefði ekkert átt áður, hefði ekkert verið sjálfgefið, hefði verið sagt já við, en að því við vorum búin að setja ykkur þessar reglu, það var ekkert annað hægt en að segja já við. Þarna er mynd inn á leikhúsinu af sýningu sem hét Fólkið í blokkinni, og þar kom leikstjóri með alveg frábæra hugmynd. Við vorum að setja á svið sýningu Íslendinga, og hún kom til mín, Unnur Örp heitir hún, leikstjórinn, og sagðist vera búin að velta þessu mikið fyrir sér. Þetta var á stóra sviðinu. Sagði, við erum að setja á svið sýningu Íslendinga, þannig við erum í raun að setja áhorfendur á svið, og þá finnst mér rosalega skrítið að vera með alla áhorfendur út í þessum 550 bláu sætum, aðskilda frá leikurunum sem upp á sviði, menn það eru áhorfendur sem við erum að setja á svið. Og hennar hugmynd var að setja í rauninni físískt áhorfendurna á svið, og það flókið mál með 500 manns í hallandi sætisbrekku, en það var sagt já við hugmyndinni og byggðir pallar sem tóku 500 manns á mitt hringsviðið, þar sem að leikar eru vanir að vera, og leikrými var fært á hliðasviðin, baksviðið út í sal. Þar var leikið og svo var áhorfendur snúið hring eftir hring í allar áttir, og úr varð alveg ótrúlega skemmtileg sýning, og þetta var lykillinn að því að sýningi gekk upp, og þetta var gríðarlega mikil upplifun fyrir áhorfendur, ótrúlega skemmtilegt, og í rauninni það sem gerði það að verkum að þetta verk virkaði. Ótrúlega flókið þegar það búið að hanna leikhús út frá því að það sé leikið á sviðinu en ekki á hliðasviðinu og baksviðinu út í sal, en starfsmannahópurinn kom saman, sagði já við hugmyndinni og barnaði hana. Annað svona dæmi sýningi Fást sem við settum upp fyrir 2 árum. Þar var net strekt yfir allan salinn og leikið yfir áhorfendum, verkfræðilega mjög flókið og praktískt sömuleiðis, en aftur bara svona stór hugmynd sem var eiginlega nefnd í hálfkæringi af leikstjórunum, af því hún var það stór og klikkuð, en hópurinn tók hana og lét hana verða veruleika. Strýharði Pétur, þar sem áhorfendur stóðu og var leikið fyrir ofan og allt kring, og síðast en ekki síst lesturinn á rannsóknarskýrslunni, þar sem að starfsmannahópurinn ákvað saman að taka þátt í samfélagsumræðunni með því að taka rannsóknarskýrsluna, glóðvolga, hefja lestur 20 mínútum eftir að hún kom úr prentun og lesa þar til yfir leiki, og við höfum enga hugmynd, eða við höfum einhverju hugmynd kannski, við sem hún í 2500 síður, áætluðum að þetta geti tekið 4 sólarhringa eða 20 á þess að stoppa, og ákváðum saman að fara í þetta verkefni og flytja þennan eins konar gjörning, og gerðum það. Og þetta var aftur svona dæmi þar sem það kom bara góð hugmynd að flytja þessa mikilvægu skýrslu, sama hvað hún tæki langa tíma, og allir sögðu já, tóku þátt, lásu dag og nótt, og úr varð bara ansi merkilegur gjörningur sem að laðaði fólk í leikhúsið á öllum tíma sólarhrings og að varpa út á neti og svo framvegis. Þannig að þessi einfalda og barnalega regla að segja já frekar en nei, að hún svona eitt af mikilvægast sem við höfum gert í Borgarleikhúsinu á síðustu árum. En
það voru bara þessi 3 atriði sem ég ætlaði að nefna hér, en aftur á móti ég tilbúin að svara spurningum og þetta gaman að fá einhverja spurningu úr sal Já, það spurt hérna út í markaðslegu hugsunina að Borgarleikhúsið hafi verið markaðslega þengjandi og hvernig hafi gengið að fá starfsmannahópinn með í það. Það alveg rétt, hérna Borgarleikhúsið hefur verið í miklu samtali við samfélagið og reyndar að þá Borgarleikhúsið hefur fengið markaðsverðlaun og fleira sem við erum stolt af. Það eins og að koma okkur að mörgu leyti mjög óvart að fá þessi verðlaun af því að við litum ekkert svo á að við værum eitthvað rosalega mikið markaðsfyrirtæki. En þá kemur raun að því að það liggur í eðli leikhúsins að vera í samtali við samfélagið og leikhús sem að tekst vel upp alltaf í samtali við áhorfendur sína og leikhúsi byggist upp á því. Það eru leikarar á sviði og áhorfendur í sal og leikhúsi verður til þegar þetta mætist og þegar við erum að velja verkefni inn í húsi þá erum við að reyna að lesa samfélagið, hvaða sögur vill þessi þjóð þeir heyra og hvaða sögur þarf þessi þjóð að heyra og við reynum að uppfylla þær þarfir og við það verðum við í rauninni markaðslega þengjandi en það í rauninni ekki út frá kannski tölulegu markmiðum eða þess aftar heldur bara liggur það í eðli listarinnar og listgreinarinnar að þetta sé samtal og við svona reyndum að draga þetta meira fram innan hús, fá fólk til að vera meðvitað áhorfendur okkar og hvaða áhrif við höfum að þá og þetta gekk í rauninni bara alveg ótrúlega vel. Fólk var tilbúið þetta og svo þetta þegar árangur fyrir að sjást, áhorfenda fjöldin eykst og fjöldi kortagesta margfaldast að þá auðvitað eftirleikurinn auðveldur sko. Í grunninn, já það er spurt dregið fram, leikhús er rekið að hluta til fyrir opinbert fé, tilviki Borgarleikhúsins það 42–46% af veltu, Borgarleikhúsið velti milljarði, þessi sem 42–47% af rekstrarfé okkar er opinbert fé sem er afskaplega lágt í samanburði við annað. Yfirleitt í leikhúsrekstri er sjálfsaflafé eða miðasal og þess aftar svona á bilinu 13–25% eitthvað svoleiðis. Í okkar tilviki það 55–56% yfirleitt. Ástæðan raun svo að sko á síðustu áratugum og öldum að þá hefur margt sem við framleiðum hefur breyst gríðarlega mikið með tækni. Ég meina að baka brauð var gert í höndunum fyrir 100 árum sennilega, svo koma vélar og það er miklu ódýrara og kosta minna mannafla framleiða brauð í dag en fyrir 100 árum. Leikhús hins vegar í eðli sínu og aftur kemur að þessu bara hvert eðli leikhús það standa leikarar á sviði og mæta áhorfendum í sal að það hefur ekkert breyst. Það ekkert hægt að fækka leikurum, þú veist, Hamlet krefst jafnmargra leikara í dag eins og fyrir 400 árum og tæknin einfalda það ekki neitt. Og í tilviki Borgarleikhúsins til dæmis, þar hefur orðið gríðarleg aukning í aðsókn og kortasölu og svo framvegis, þannig að það er svona verið að auka tekjun eins og hægt á niðurskurðartímum af opinberu fé, það er skorið niður, en eftir sem áður þá er bara verið að sko afkoman að dansa á svona 0,5% af veltu. Þessi við erum alltaf að glíma við að vera af veltu upp á milljarð erum við að glíma við að vera 5 milljónir í mínus frekar en 5 milljónir í pluss. Það er svona línan sem við dönsum á. En skýringin á því að það þarf opinbert fé inn í leikhúsrekstur eins og marga aðra menningarstarfsemi er fyrst og fremst þetta er bara mannaflsfrekt, svo maður noti orð úr rekstrinum. Þetta er mannaflsfrekt og tæknin er ekki að einfalda eða lækka rekstrakostnaði sama mæli eins og í mörgum öðrum framleiðslu greinum og rekstri. Takk fyrir.